Svona er frambjóðandi Framsóknarflokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður þar sem ég er í fyrsta sæti. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á kjörtímabilinu? Já, númer 1 er að lækka greiðslu þátttöku sjúklinga. Það er forgangsmál. Hún er allt of há eins og hún er í dag. Þegar kemur að því að gera heilbrigðisþjónustu gjaldfrjálsa, þá þurfum við að leggja niður fyrir okkur hvað það kostar. Maður hefur heyrt tölur allt frá 10 milljörðum upp í 30–40 milljarða. Ég held að það sé algjört forgangsmál að gera hana gjaldfrjálsa fyrir þá hópa sem standa verst og þá er ég meðal annars að tala um öryrkja og aldraða að byrja á því. Að hvaða leyti er þið sálfræði og tannlæknaþjónusta þar inni? Við Framsóknarmenn leggjum áherslu á að tannlæknaþjónusta til dæmis aldraðra sé gjaldfrjáls og ég held að það þurfa að skoða það fyrir öryrkja líka. En sálfræðiþjónusta? Sálfræðiþjónusta líka, það er forgangsmál finnst mér að hafa sálfræðiþjónustu gjaldfrjálsa. Ég hef sjálfur lagt fram tillögu á Alþingi það að skimun og rannsóknir varðandi kvíða hjá ungmennum verið tekin upp og það verið gert hjá öllum ungmennum í grunnskólum og þetta er hluti af því sama. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin er 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar krónu á móti krónu skerðingar sem kallar sérstök framfærsluuppbót ber hún einungis 2.000 krónur úr bítum. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi. Við þurfum að ljúka við heildar endurskoðun almannatryggingakerfisins. Við þurfum líka að afnema þessa krónu og á móti krónu skerðingu. Hún er ótæk í dag og hún er vinnuletjandi og hún er til skaða og til vansa og þetta er mál sem við verðum að afnema. Við þurfum líka að hækka örorkulífeyri og við verðum að taka upp starfsgetumat líka á okkar lista. Ætlið þið þá að afnema krónu á móti krónu skerðingu á næsta kjörtímabili? Já. Og hvenær á kjörtímabilinu er það gert? Sem allra fyrst. Jón er á 30-aldri, hann kemst ekki fram úr rúmunu án aðstóðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstóð. Finnst þér það í lagi? Nei, mér finnst það ekki í lagi. Við verðum að drífa í að lögfesta þessa notendastýrðu persónulegu aðstóð, NPA. Það er algjörlega nauðsynlegt, það hefur dregist of lengi og það er líka nauðsynlegt að ljúka við að innleiða sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra. Hvenær á kjörtímabilinu ætlið þið þá að lögfesta NPA? NPA, það er verið að ljúka núna við tilraunaverkefni sem hefur verið í gangi. Ráðherra hefur ekki fengið tillögunar inn á borð til sín en leið og það liggur fyrir þá þarf að drífa í þessu. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki en er ekkert eftirlit með því aðgengi sé í lagi. Þess vegna getur Jói ekki fylgt dóttur sinni á handboltaæfingu. Finnst þér það í lagi? Nei, aðgengismál á Íslandi eru til skammar, ekki síst þegar kemur á opinberum byggingum. Það er með ólíkindum að það skuli ekki hafa verið tekið fastar á þessum málum. Þessu skuli ekki hafa verið fylgt eftir. Við erum endalaust að fá fréttir í fjölmiðlum aðgengismál fatlaðra og þetta er mál sem á að vera hægt að taka á mun fastar og ljúka og þetta er kostnaður en þetta er ekki svo mikil. Nú höfum við hjá ÖBÍ talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Já, ég persónulega myndi ég vilja það ekki spurning og ég tel víst að minn flokkum sé sammála því. Hvenær á kjörtímabilinu getið þið hugsað ykkur að fara í þá vinnu? Það þarf að drífa í því líka eins og endurskoðun á heildarpakkarum. Annars stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Finnst þér þetta í lagi? Nei, það er ekki í lagi. Túlkaþjónustu, þetta er annað mál sem við sjáum mjög oft í fréttum, það er að segja aðgengi að túlkum. Við þurfum að efla þetta verulega, leggja mun meira fjármagn í þetta og sjá til þess að þeir sem þurfa á túlkum að halda þeir fái þá þjónustu, þetta er mannréttindamál. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Ég veist stefnum að því. Hvenær á kjörtímabilinu ætlaði að vinna þessu? Sama á með hinar spurningarnar eins fljótt og hægt er. Takk, Karl.